Takk Grímur, takk fyrir að bjóða mér og gaman að sjá okkur öll. Það rétt, á bakvið prósenturnar og tölurnar og allt sem við erum búin að heyra í dag og frábæra hugrakka erindið hérna rétt á hann, að þá þetta í endanum fólk eins og hann Loftur. Loftur var sem mágur minn, kynntist hann þegar hann var rúmlega 10 ára gamall. Bara flottur, hress strákur sem að var í rauninni bara eins og allir hinir í bekknum. Og listræn, skemmtilegur, víðsýnn, hugrakkur og alls konar. En hann var líka með galla, hann byrjaði að drekka og svo fóru hlutin eins og þau fóru. Þannig er ágætt að hafa andlit þarna til þess að skoða það líka. Þetta er jú eins og við segjum venjulegt fólk. Mágur minn, bróðir konunnar, hann á foreldra, fullt af fólki sem elskaði hann og svo framvegis eins og við öll. Það hefði alveg getað verið ég eða þú eða einhver annar. Það er bara einhvern veginn stundum sem að hlutirnir gerast. Og málið með þennan hóp er að hann er svo þögull. Hann skammar sín. Hann þekkir oft ekki rétt sinn, læðist meðfram veggjum og einhvern veginn lætur lítið fyrir sig fara og í gegnum tíðina hafa lausnirnar verið þannig að við viljum heldur ekkert sjá hann hóp. Helst geyma hann bara þar sem að fáir sjá og ef það á að geyma það einhvers staðar þá vill helst enginn í stórum radíusi kringum vita því eða jafnvel mótmæla því. Þessi hópur er stór, hann er stærri en við heldur tölurnar hafa sýnt. Vegna þess að það eru svona hræðilega staðreyndir í þessu. Þetta er fólk annað alls konar. Þetta eru geðsjúkdómar, þetta eru fíknisjúkdómar og alls konar önnur mál, uppeldis, heimilismál og alls konar hlutir. En það eru líka tölur í þessu sem eru hræðilegar og fólk vil kannski ekki mikið spá í að yfirleitt aðalinn sem sjáum niður í bæ eru stórum hluta karlmenn en það er bara vegna þess að konunum býðst oft gistingar hér og þar við aðstæður sem að enginn vill vita eða tala mikið um. Það er hræðilegt mál. En allavega það er mjög margt verið að gera gott og við höfum reynt eftir fremsta megni að halda uppi öflugu samtali og gagnrýni en líka það var alltaf að tala um það sem er vel gert. Þegar að ég byrjaði að hamast í þessum málum fyrir 10 árum og meðan Loftur var ennþá á lífi að þá var það fyrsta sem ég sá var gistiskýlið í Þingholtsstræti og það var ekkert nema bara rottukofi sem að nánast hékk á málningunni og algjörlega hræðilegu staður þar sem að engin mannleg reisn einhvern veginn lifði þar inni. Reykjavíkurborg í dag rekur gistiskýlið og það er mjög vel gert. Það er vel hugsað fólkið, ég veit að konukot er svipað og það er svona, það hefur breyst mjög mikið af þessum tíma. Og það er ekki bara inn í kerfinu, en það er líka bara einhvern veginn almennt. Það búið að vera rosalega fordómar gagnvart þessum hóp. Þetta er eins og, hún sagði áðan, aumingjaskapur. Það er svona normið, sko. En auðvitað er það ekki það. Það er líka réttur þessa fólks að fá þjónustu. Og frá þessum tíma, þessum 10 árum hefur margt breyst. Loftur til dæmis deyr 2012. Hann deyr hnígur niður niður í miðbæ. Deyr þannig séð á götunni nánast, en deyr vegna þess að hann hafi ekki fengið læknisþjónustu. Hann deyr basically úr magasár, blæðandi magasár, sem er enginn á deyju frekar en handleggsbroti. Og það var ekkert auðvelt fyrir hann að fá til dæmis fordómalausa læknisþjónustu og bara almenna þjónustu fyrir þessu og hann einhvern veginn bað aldrei neitt. Þó svo að við í kringum hann höfum verið að biðja ýmislegt. Og eitt vandamál var hann til dæmis, hann var heimilislaus í röngu póstnúmeri. Hann var Garðbæingur. Í Garðabæ er engin vandamál. Og hafa aldrei verið. Þannig að hann
svaf oft á götunni vegna þess að þeim tíma var líka gistiskýli var með mikið færri rúmum og það var ekkert alltaf pláss. Þannig að það var frábært sem kom fram áðan að þó svo þú hafi stundum rúm á nóttunni í einhverjum úrræðum, þá ertu samt ennþá heimilislaus. Það er ekki lausn. Og það er frábært að heyra, eins og Júa var að tala áðan, vandamáli hefur alltaf verið líka, lausnin hefur alltaf verið miður við að finna geymslu í einhver tíma til þess að leysa bara brýnasta vandamálið hvar á ég að sofa í nótt. Það er ekki, þannig leysum við ekki neinu vandamáli. Heldur er lausnin eins og í þessu Housing First, hljómar algjörlega frábærlega. Ég var að tala við heimilislausan inn í kapellunum sem var einmitt búinn að bíða í mörg ár eftir að fá úrræði sem hann missti síðan daginn. Hann var algjörlega, fannst mér bugaður og vissi ekkert hvað beið sín, sko. Þannig að svona úrræði þar sem að er þjónusta fagfólks og utanum allt, þetta er alltaf eitthvað sem við þurfum að gera. Við hljótum líka einhvern veginn að geta bara hreinlega reiknað okkur út í það að við spörum og björgum mannslífum á þennan hátt. Og þess að vandamáli líka hjá þessi fólki segjum að þú ert einstaklingur á götunni, þú ert búinn að drekka í mörg ár eða neyta fíkniefna, kemur út úr meðferð, þetta er svolítið svona svo sena úr bandarískri bíómynd, lappar út úr fangelsinu og ert með strætómiða. Í flestum tilfellum að það er eina normið eða eina skjólið sem að fólk þekkir er að fara aftur það sem það var, þannig að það tekur ekkert við. Í svona úrræði, eins og Júha og Finnarnir hafa gert, að þá getur farið inn í úrræði þar sem þú ert actually með þjónustu. Og maður þarf ekki bara með rétt til þess að ímynda sér og setja sig í spor þessum fólks til að geta komið strax að því hversu miklu máli þetta myndi skipta. Einhverjar lausnir. En ég sá reyndar að Júha er listamaður eða ekki, með listamöndum. Alltaf best að láta listamenn að leysa þetta. Þetta er rétt. Takk.